var mikil merkiskona móðir mín og ég þótti ákaflega vænt hana. Hún var hún var í kennaraskólanum þegar ég fæddist, þá var hún í 1. bekk og hún hélt áfram þó það væri einn lausæliskrakki kominn. En síðan þegar að hún var í 2. bekk þá kemur annar lausæliskrakki ári seinna, Sigrún systir mín, og þá sá hún að hún gat nú ekki kannski verið með 2 krakka og haldið áfram í skólanum, þannig að hún hætti þá í kennaraskólanum og var heima. Og hún var lengi heimavinnandi, en veturinn 68-69 þá fór faðir minn til Kaupmannahafnar til að læra í svona ársleyfi kennara sem þeir fengu og hann var sem því að stundaði þá nám við Læraraskólann í Kaupmannahöfn og þau fóru þangað bæði hjónin og 4 systkini mín. Við vorum 3 sem vorum áfram heima, við vildum frekar halda áfram okkar skólagöngu og móðir mín uppgötaði alls konar hluti í Danmörku. Hún uppgötaði til dæmis að það ekki náttúrulögmál að vera með heitan graut eftir hádegismatinn. Það var að segja matarsiðirnir í Danmörku voru öðruvísi. Hún uppgötaði líka að það var ekki náttúrulögmál að konur væru bara heima og hugsuðu börn og bú. Það voru 9 straumar kvennabaráttu sem að geisuðu þá í Danmörku. Og þegar hún kom heim, þá vindur hún sér á fullu, annars vegar í pólitískt starf í Alþýðuflokknum, eins og faðir minn, nema í kvennahreyfingunni og þar að gera sig gildandi. Og síðan sem sé verður hún mjög virk, ekki bara í flokkspólitísku baráttunni, heldur í kvennabaráttunni almennt og lætur mjög þar að sig kveða. Og hápunkturinn á þeim ferli nú kannski þegar að hún á kvennafrídaginn á fjöldafundinum á Lækjartorgi, þar sem að ég var nú staddur og þar var margt prýðilegt flutt. Þar flutti móðir mín ræðu stöðu kvenna og sú ræða finnst mér algjörlega brilljant og ég hef nú eiginlega aldrei verið stoltari af mínu fólki, sem ég hef þó oft verið, heldur en af móður minni þennan dag. Mér fannst þetta alveg stórkostlegt að sjá hana gera þetta jafn vel og hún gerði. Síðan var ég líka mjög hreykin af henni á þessum árum. Þá var hér lagt fram frumvarp það sem þá var kallað fóstureyðingar, aukið frelsi til fóstureyðinga, en það var nú í þessu samþykkt og var nú ekkert rosalega andstaða gegn því, en það voru þó ýmsir sem að töldu að þetta ætti ekki að gera og ég man eftir henni í sjónvarpsþætti þar sem hún var 7 barna móðirin með hafandi lokið námi bara ekki einu sinni 2. bekk í kennaraskólanum og viðmælandi hennar var læknir sem var andvígur fóstureyðingum eða þungunarrofi eins og nú sagt og það var svo augljóst að hann, blessaður, fínn maður, að hann náttúrulega talaði niður til hennar og hún stóð hins vegar sína plikt og talaði fyrir réttindum kvenna með svo góðum rökum og af sannfæringu að ég var nú eiginlega ekki síður stoltur þá heldur þegar hún flutti ræðu á kvennafrídaginn.